Og þá bara byrjum við. Já, sælt verið fólkið og velkomin í Hina Reykjavík, þáttur sem verður á Samstöðinni á þriðjudögum og föstudögum á milli 5 og 6. Í dag ætlum við að ræða þátttöku fólk sem hefur búið við fátækt bæði í stjórnmálum og stefnumótun og svona notendasamráð og annað slíkt. Hjá mér í dag eru stödd Bergþór Heimir Sóleyjarson Njarðvík. Hann bæði vinnur fyrir ÖBÍ og hefur einnig verið í starfi Pírata og hann líka vinnur fyrir EAPN og PEP. Sæll Bergþór. Og Ásta Þórdís Skjaldal, hún hefur líka vinnur fyrir EAPN og PEP, svokallaður samhæfingarstjóri PEP-sins á Íslandi og hún líka varaborgarfulltrúi fyrir sósíalista í Reykjavík og var í 5. sæti þar. Komdu sæl, Ásta. Sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér. Já, takk sömuleiðis. Og ég hef sjálf starfað með EAPN og PEP, þannig að við erum í svona jafningaspjalli og ég ætla kannski að byrja á þér, Ásta, því að þú ert samhæfingarstjóri PEP-sins. Og viltu kannski byrja aðeins að segja mér aðeins frá EAPN og PEP eða segja okkur frá því. Allir sem gera sér grein fyrir því. Þetta virkar frekar flókið þegar maður byrjar að segja frá þessu. EAPN stendur fyrir European Anti-Poverty Network og eru samtök sem að vinna í 32 Evrópulöndum og Ísland er eitt af þeim. Það er ákveðið samstarf á milli landanna en það er líka miðað við það að baráttan eigi sér stað í hverju landi fyrir sig. Við erum eitt af 4 löndum og 5 núna með Bretlandi sem ekki erum í Evrópusambandinu en erum innan EAPN. Vegna þess að Evrópusambandið styður við starf EAPN að vissu leyti. Þannig að það er svona þetta evrópska samstarf, það er EAPN og EAPN á Íslandi reynir að vinna svolítið að því að hafa áhrif á pólitíkina og strauma og stefnur. Svo innan EAPN er grasrótarstarfið og það er kallað PEP, úti kallað er það PEP sem stendur þá fyrir People Experiencing Poverty. En okkur fannst tilhlýðilegt að bæta við það einu P og því að þá værum við komið með gott íslenskt orð sem að svona fæli svolítið valdeflingu í sjálfu nafninu. Þannig að PEP Ísland, það er samtök fólks í fátækt og markmið okkar er að efla rödd þessa hóps út í samfélagi. Þetta var bara nokkuð góð samantekt. Og mér langar líka bara aðeins að af því að það hefur verið rætt talsvert mikið í PEP-starfinu í Brussel. Þar eru árlegar samkomur þar sem að fólk sem hefur reynslu af fátækt hittist árlega. Já. Og geturðu kannski aðeins sagt mér frá þeim í stuttu máli? Sko, við höfum tekið þátt síðan 2012, EAPN er stofnað á Íslandi 2011 og við urðum virk í starfi 2012. Þannig að frá 2012 höfum við tekið þátt í árlegri ráðstefnu fólks í fátækt í Brussel og það hefur verið mismunandi þema á hverju ári og þannig að það hafa farið hér sendinefnd 3 fulltrúar úr fátækt á Íslandi, ásamt mér sem ber þennan titil, National Coordinator. Og þar fær fólk tækifæri til þess að vera rödd sem sagt út í Evrópu og þetta er rosalega mikil valdefling fyrir þá sem taka þátt. Það er fólk fær að tjá sig, fólk fær að heyra sögur annarra, fólk fær nýja upplifun og það er líka eitt af markmiðum PEP það er að breyta reynsluheimi fólks. Af því það felst svo mikil valdefling í því. Þannig að þetta er
mjög valdeflandi þáttaka. Við höfum haft tækifæri til þess að hafa áhrif á Evrópusambandið. Við höfum fengið háttsenda aðila þaðan inn á ráðstefnur hjá okkur og inn á fundi hjá okkur og geta breytt þeirra skoðunum á ýmsu og það hefur verið mjög gaman að sjá breytinguna á fólki þegar það kemur, mætir á fundin í vörn, gagnvart þarna, hitta hóp af fólki sem að býr við gríðarlega erfiðar aðstæður og sjá hvernig svona viðmót fólks breytir svolítið. Því miður myndi ég vilja sjá miklu meiri breytingu í kjölfarið en dropinn holar steininn. Einmitt, mjög satt. Heyrðu, ég kannski vind mér að þér Bergþóra því að þú ert nú líka svona reynslubolti í alls konar grasrótarstarfi. Og hefur líka farið á svona PEP-ráðstefnu. Jú. Hvernig er svona þín upplifun bæði af því einmitt að vera svona, já, bæði af bara pólitísku svona grasrótarstarfi komandi úr þínum bakgrunni og svo líka þessar PEP-ráðstefnur? Hvernig svona... Þetta er sérstakt, þetta er mjög sérstakt. Ég verður bara að segja þess að ég byrjaði að starfa í pólitík í grasrótinni þar. Ég kynnist Ásthildi sem einmitt á fundi hjá Pírötum sem að fjallaði ef ég man rétt, var það fundur örorku og málefni öryrkja. Þar sem að hún segir mér frá þessu PEP-starfi, ég var mjög spenntur en það varð lítið úr því framan af. Svo loksins þegar ég fer að geta mætt á fundi, þá var það líka mjög gefandi að sjá fólk sem eru voru öll þarna vegna þess að þau væru í fátækt eða hefðu verið í fátækt, hefðu persónulega reynslu og það er svolítið að vera í pólitísku grasrótarstarfi með fókusinn á ýmsa viðkvæma hópa sem eru iðulega í fátækt getur verið mjög gefandi, það getur verið rosalega frústrerandi en það getur líka verið mjög gefandi. En að fara þaðan svo inn í hóp eins og Peppið þar sem að öll sem voru þar höfðu reynsluna og eða voru ennþá að upplifa það, að það þó þetta sé af sama meiði svolítið, þá þetta samt svona svolítið annar keimur, svolítið annar blær sem að verður á því starfi heldur en sem hluti af grasrót pólitísks flokks, þar sem að það eru ekki allir eða all með þá reynslu. Svo fer ég mitt 2017, þá fer ég á 2 ráðstefnur með PEP, annars vegar í það sem er kallað capacity building, námskeið, mjög góð valdeflandi námskeið sem eru haldin samhliða aðalfundi EAPN og þar sem einhver úr grasrótinni, einhver sem er boðið að koma með og ég fekk að fara með, var að læra þar einmitt þátttöku í grasrótarstarfi sem var mjög gagnlegt og fer síðan líka til Brussel sama ár og eins og Ásta segir, þetta nú hef ég svo sem ekki ég var búinn að læra það áður en ég byrjaði þessu starfi að skammast mín ekki eins mikið og ég gerði fyrir það að vera í fátækt. Þannig að það var kannski ekki jafn mikil viðbrigði fyrir mig að koma þarna inn á svæði sem að það var ekki bara í lagi að tala fátækt heldur var ætlast til þess. En ég sá einmitt þetta sama og Ásta að tala að sjá fólk svona einhvern veginn brjótast út úr skelinni og ég upplifði það einhverju leyti sjálfur líka. Og svo hefur þetta bara þróast áfram. Ég mikið tilbúinn að draga mig út úr pólitíkinni og núna einbeitt mér frekar á Öryrkjabandalaginu og þar aftur önnur svona kemur annar sjónarhorn af því að það mjög mörg okkar sem með öryrkjar sem lífum líka í fátækt en öfugt við hvernig öryrkja og málefni öryrkja eru iðulega sýnd í fjölmiðlum og annars staðar þá eru öryrkjar ekki einsleitur hópur.
Við erum ekki öll fólki fátækt. Það eru alveg velstæðir öryrkjar þarna á milli, en þannig, þess vegna segi ég að ef við erum að tala um baráttunni við fátækt, það verður aftur svona smá sjónarhornsbreyting að fara inn í þannig félagsskap, þannig að vera að sjá þessa sömu baráttu frá mismunandi sjónarhornum, frá mismunandi úr hornum mismunandi hópa, held ég að sé mjög gagnlegt bara til þess að víkka sjóndeildarhringinn svo maður upplifir kannski meira hvað hinnir að sjá. Og ég held að það sé bara almennt sama í hvaða hópi það er. Það held ég að það sé mjög almennt mjög valdeflandi að fá tækifæri til þess að vera hluti af hópnum og að það sé hlustað á mann. Og ég held að það sé kannski okkar mikilvægasta áskorun, það er að ná til fólksins og gefa þeim vettvang þar sem er hlustað á þau. Mér langar aðeins að tala svona því að nú hefur pólitík verið svona svolítið lokað umhverfi, alveg eiginlega frá upphafi og bara þangað til mjög nýlega. Að við erum núna að sjá náttúrulega fleira fólk að koma inn eins og Sanna Matalín í Reykjavík, eins og Guðmundur Ingi úr flokki fólksins á þingi, og svona fólk sem að tala Birgitta Jónsdóttir líka fyrir Pírata, hún talaði mikið sínar upplifanir áður en hún var í pólitík og fleira og þetta alltaf svona þetta verður smá pönk en samt finnst mann einhvern veginn eins og að séu voðalega fáir að hlusta. Það náttúrulega við sem að höfum upplifunina, við hlustum og við sjáum þetta. En hverju hefur þetta raunverulega verið að skila? Er þetta effektíft að við séum að taka þátt í pólitík eða eigum við að vera á einhverjum öðrum vettvangi? Hvað finnst ykkur? Til dæmis Ásta. Já, ef ég má byrja, þá finnst mér það er bara bráðnauðsynlegt. Vegna þess að það er enginn sem getur sett sig í stöðu þessa hóps án þess að hafa upplifað þetta. Það er bara svo gríðarlega margir sem að hafa upplifað blankheit, tímabundin blankheit, ég meina námsmenn á Íslandi, þeir hafa það ekkert mjög gott, það er bara staðreynd og fólk sem hefur gengið í gegnum langt nám og það talar að það þekki fátæktina, en mér finnst þetta ekki alveg sambærilegt. Þegar að þú gengur í gegnum erfiðleika í ákveðin tíma, að þú lærir margt og það hefur heilmikil áhrif á þig og þitt líf, en það er samt ekki sambærilegt og það valdaleysi sem að fólk lendir í þegar það býr við langvarandi fátækt. Og það er það sem ég rek mig aftur og aftur á að fólk hefur ekki skilning á. Það telur sig hafa það og við höfum meira að lent í því að fólk sem hefur unnið með fólki fátækt lengi og telur sig geta séð fyrir hvað það vantar. Þegar það staldra við og spyr fólki sjálft, þá fær það allt önnur svör heldur en það átti von á. Og það er af því að þú þarft einstaklingin sem er búin að upplifa þetta, sem að kemur úr þessu reynslu heimi til þess að segja þér hvað er í gangi. Og það er til dæmis, þessi gríðarlega félagslega einangrun, þetta ofboðslega valdaleysi sem fólk finnur fyrir. Þetta er eitthvað sem að virkilega á erindi inn í umræðina til þess að þeir sem sitja í valdastöðum fái einhvern skilning á því hvað er í gangi þarna. Og þess vegna segi ég að tvímælalaust, þessi hópur á tvímælalaust að fá rödd inn í pólitíkina, rödd inn í samfélagið. En þú Bergþór, hefur þú eitthvað með þetta að segja? Því að þú hefur náttúrulega til dæmis unnið í aðstoða við lagafrumvörp og svona, er það ekki rétt? Jú, ég er bara hjartanlega sammála Ástu að sjálfsögðu á fólki fátækt að fá rödd í stjórnmálum. Og jú, við erum að brjóta ákveðna í þessa, en við erum samt langt í land. Það er
auðvelt að sjá það að demografían, svo ég sletti, að skiptingin á uppruna þingmanna, uppruna fólk sem er í stjórnmálum, hún er svolítið á skjön við hvernig raunveruleikinn er. Og það er hægt að rekja margar ástæður fyrir því. Augljósa ástæðan er sú að fólk sem hefur betur stætt, hefur frekar efni á því að standa í því að koma sér á framfæri innan stjórnmálaflokka eða innan stjórnmálana almennt. Það hefur efni, ef við varum að tala persónukjör, það hefur efni á auglýsingum og svo framvegis til að koma sér sjálft á framfæri. En hinn þátturinn sem ég hef orðið var við er líka það að meðan að þetta er ekki bara spurning að hafa efni á auglýsingum og efni á þessu heldur og svo framvegis, heldur er þetta líka ef að við tökum fólk í vinnandi fátækt sem dæmi. Ef að fólk er að vinna 150% starf og rétt svo nær að skrimta, þá hefur það engan tíma til að taka þátt í pólitísku starfi þegar það er búið að vinna 12 tíma vinnudag. Það er ekki að fara að mæta á fundi á uppáhalds stjórnmálaflokkinu sínu og rífa kjaft þar. Það fer heim, það eldar mat, það borðar, horfir á umhverfismálstund og fer að sofa. Þess að undirbúið sig fyrir næsta dag í sama ströggli og þannig dag eftir dag. Hvenær á þetta fólk að hafa tíma til? Það er helst að fólk sé svo heppið, ég segi það með mikill áherslu á kaldhæðnina, að hafa ekki starfsorku og geta þá notað allan þennan æðislega frítíma sem við öryrkjar höfum til þess að vera í pólitísku starfi. Segja bara svo að sé sagt, ég myndi mig ekki frekar vilja hafa heilsuna mína og vinna í 12 tíma á dag heldur en að hafa þennan frítíma, bara svo að sé sagt, en ég hef ekki verið, en þá er hitt. Fólk sem er búið að vera í langvarandi fátækt, eða lifa í langvarandi í fátækt, það er margt hvert mjög brotið. Það, fyrir mig að stíga inn í pólitískt starf á sín tíma, ég hef búin að vera að tuða á netinu heillengi þar á undan. Ég get meira segja að fara inn á gamla bloggsíðu sem ég setti upp og fundið posta. En að fyrir mig að stíga inn í pólitískt starf, í persónu, að fara út úr húsi, koma mér á staðinn og labba inn í sal af fólki þar sem ég þekkti engan, það var bara með svona erfiðari félagslegu áskorunum sem ég hef tekist á við. Það vill til að Píratar, flokkurinn sem var fyrir valinu, tóku mér bara með opnum örmum og þannig að það bráði fljótt af. Og þannig gat ég komist að, ég upplifði það, þannig að væri hlustað á mig og ég hélt áfram. Og ég er búinn að segja það núna í ansi langan tíma, ég held að leiðin áfram í baráttunni gegn fátækt sé að sama hver orsök fátæktarinnar er, sem að við vitum að hefur ekkert með persónuna að gera. En það er annað samtal kannski. En sama hver orsök fátæktarinnar er, ef fólk hefur tök á því að starfa og taka þátt í grassroots stjórnmálaflokka og stjórnmálastarfs almennt, þá að gera það og mér er alveg sama í hvaða flokki það er. Ég hef mínar skoðanir, ég eldist við fólk sem hefur svipaðar skoðanir og það við okkur öll. En mér er alveg sama ef að fólk, ef við værum fleiri í starfinu, þá held ég að við hefðum meira áhrif og það hefði meira hlustað á okkur. Og þá, ef ekki fyrir neitt annað heldur en það, í flestum flokkum þá er einhvers konar prófkjör eða einhvers konar val á lista þegar kemur að kosningum. Og ef að fólk fer að hafa áhyggjur af því að þessi stóru hópur fólks í fátækt sem að hefur áhrif á það hver fer fram, þá er hlustað. Já, störfum við pólitík eins og við getum. Já, sko fátækt er afleiðing af pólitík. Þar af leiðandi þurfum við röddin inn í pólitíkina til þess að minna á okkur og til þess að reyna að
hnekkja þessum ákvörðum sem binda þennan hóp í fátækt. En sko varðandi það að þessi hópur sé brotinn, já, þetta eru brotnir einstaklingar ef þú bendir mér á einhvern í fátækt sem ekki að einhverju leyti brotinn einstaklingur, þá held ég að sé hægt að færa rök fyrir því að hann sé þá frekar í brottgeitum, þessi tímabundið ástand, vegna þess að fólk sem er komið á þennan stað að búa við fátækt, það hefur allt lent í einhverjum áföllum, hvort sem það hefur lent í þeim sem barn eða sem fullorðin, það á áföll að baki og það eru brotnir einstaklingar sem að búa við fátækt. Og brotnir einstaklingar eiga einhvern veginn ekki sama rými í samfélaginu. Það þessi tilhneiging samfélagsins til þess að svona vera með einhverja smá ölmusuhugsjón eða smá vorkunnsemi í garð þessa hóps og þá eru þeir einhvern veginn búin að fríða sína samvisku og geta snúið við þeim baki aftur. Og það gengur ekki upp. Til þess að við séum hluti af þessu samfélagi í fullri þátttöku, þá þarf eitthvað annað og meira að koma til. En hvernig finnst ykkur til dæmis eins og nú náttúrulega búum við í litlu samfélagi og við náttúrulega kannski búum við þau forréttindi að búa í litlu samfélagi. Hvernig svona samanburðurinn til dæmis að við hin Evrópulöndin með þátttökupólitíkina? Hvar stöndum við með það? Ásta? Við stöndum í rauninni frekar vel, vegna þess að smæðin gefur okkur miklu fleiri tækifæri heldur en í mörgum öðrum löndum. Við búum að því að sko, þegar að kemur að einhverju þá einhver sem þekkir einhvern, Siggi frændi, hann á vin sem að, þú veist, þannig að það er svo auðvelt hjá okkur að taka upp símtólið og hringja og knýja á. En einstaklingur sem brotinn og fastur í sínu, hann ekki að fara af stað að gera það. Í fyrsta lagi vill einstaklingur sem brotinn í erfiðum aðstæðum, hann vill ekki vekja athygli samfélagsins á stöðunni vegna þess að hún niðurlægjandi. Og þess vegna finnst mér að skipta svo gríðarlega miklu máli að við hvetjum áfram þá einstaklingar sem reiðubúnir að stíga fram og opna glugga inn í sitt líf. Og ég verð að fá orðað að þannig, opna glugga inn í sitt líf, því að þegar við komum fram og segjum frá einhverju sem hefur gengið á í okkar lífi, þá erum við ekki af því til þess að sjokkera eða til þess að búa til einhverja rosa frétt eða til þess að fá vorkunn. Við erum að segja frá því að svona getur ástandið orðið ef að það ekki brugðist við og ástandinu breytt, þannig að það lendi ekki fleiri í þessu. Þannig að það engin að sko, opna glugga inn í sitt líf af einhverjum ankannalegum ástæðum. Hvað segir þú, Bergþór? Með samanburðin milli því nú þú settið nokkrar ráðstefnur líka í. Það sem að þegar ég spurður út í þessa sálma, þá rifjast alltaf upp fyrir mér samtal sem að þið kannist, veit að þið kannist við þetta, því að ég hef orðið vitni að svipuðum hlutum hjá ykkur báðum. Samtal sem að byrjar voðalega sakleysislega, fyrstu sín þetta verður svona 5 mínútna samtal, en síðan endar maður bara á því að samtalið bara orðið miklu lengra og dýpra og díteilara heldur en var rauninni planið til að byrja með. Það rifjast þá sem sagt upp fyrir mér samtal sem ég átti við 2 þýska pírata sem komu til landsins. Ég held að það hafi verið fyrir kosningarnar 2016. Það ekkert leyndarmál að það kom mikið af fólki píratum, af því að píratar eru alþjóðlega nokkuð alþjóðleg stjórnmálahreyfing, að það kom fólk utan úr heimi til þess að reyna aðstoða hjá okkur. Vera sjálfboðaliðar, voru að hjálpa okkur með tæknimál og ýmislegt. Ég sem sagt að skutla þessum 2 þýsku píratum frá af einhverjum fundi í þeirra íverustað.
og við byrjum að tala, af einhverjum ástæðum fyrir að tala fátækt á Íslandi. Og þau, þegar ég segist vera í fátækt, þá hváðu þau strax og komu með en gerðu það á mjög penan hátt, komu með frasa, athugasemd sem að við höfum flest heyrt í einhverju mynd, þar á meðal frá stjórnmálafólki í opinberum viðtölum, að, já, býttu, þú átt bíl. En þú segir samt vera í fátækt, en þú átt bíl, hvernig passar það tvennt saman? Og fötin sem þú ert í, þú ert bara þokkalega verið klæddur, þú ert í skyrtu, þú ert alveg bara mjög presentable, hvernig passar það saman? Og ég svara bara einfaldlega með því að það að eiga bíl þýðir það er hvergi einhver krafa, checkbox, já, ég ætla að vera fátækur, ekki bíl. Það virkar ekki þannig. Og fór síðan að segja frá því að eitt af því sem ég hef tekið eftir með Ísland og Íslendinga að við erum rosalega gjörn á það, og það bara einhvern veginn svo fast í okkar menningu, okkar uppeldi og annað, einmitt að fela þetta. Og af því að við erum lítið land, þá komumst við svolítið vel upp með það. Við komumst í Rauða krossbúðina, þau sem að versla þar, og það hægt að fá föt þar sem að eru þokkaleg. Við erfum bíla, ég erfði bílinn minn, og af því að ég erfði hann skuldlausan, þá ég búinn að ná að halda honum við svona mestu. Vinn þannig vinnu, hef oft verið að vinna þannig vinnu að ég þarf á bíla að halda til þess að komast til og frá vinnu. Og ef ég hefði ekki bílinn þá hefði ég ekki vinnuna eða mun minna af henni. Þannig að ég get afsakað og réttlætt það á ýmsan máta. Staðreyndin er hins vegar sú að þau komandi frá Þýskalandi vön birtingarmynd fátæktar þar, sem náttúrulega viðvitund, það frekar verri eða versta útgáfan af fátækt, ekki þar sem að alltaf falið. Því að það falið í öllum löndum, það ekki bara Íslandi. Svo fer ég út og það sem að sjokkraði mig, það var fyrst þetta, við værum svo stolt, við værum að fela þetta og það væri auðveldara að fela þetta heldur en annars staðar, það sem ég segi við þau. Svo fer ég út og ég varð, bara ég skal segja það eins og ég varð fyrir ákveðnu sjokki í Brussel að sjá einmitt þessa verstu birtingarmynd fátæktar sem að við, jafnvel við sem að erum að vinna í baráttunni gegn fátækt heima, erum ekki að sjá dagstæðlega. Við erum ekki að sjá dagstæðlega fólk sofandi á bekkjum. Það kemur fyrir og leiðum maður farin að þekkja merkin, þá auðveldara að spotta, já, þetta einstaklega sem sefur á bekknum líklega í kvöld. Og eftir því sem ég lærði meira og fór að vera meira vakandi fyrir þessu, þá fór ég að spotta þetta vissulega heima og ég veit það alveg, en þetta sést ekki jafn augljóst eins og í Brussel, eins og í Helsinki, eins og í Dublin, og það svolítið merkilegt að ég virðist vera mest vakandi fyrir þessu þegar ég á ráðstefnum á vegum PEP. Og svo ég kom aftur að Brussel þannig í fyrsta skipti, ég varð bara eiginlega fyrir hálfgerðu sjokki að sjá fólk heimilislaust hér og þar, sjá fjölskyldur með börn augljóslega búin að planta sér á götunni með allt sitt hafutask. Það var mjög sjokkrandi. Það var jafnvel fyrir mig sem búin að lifa við langvarandi fátækt, var wake-up call. Ef að höfuðborg Evrópu getur ekki brugðist við, þannig að það blasi ekki við, þá það hefur margt áunnist, en við eigum rosalega langt í landi en það. En ég hélt meira að segja einu sinni heillanga fyrirlestur þetta með birtingarmyndina og fatnað fólks í fátækt. Að ef þú sérð eitthvað í götóttum fötum í dag, þá það ekki af því hann fátækur, þá það því hann borgaði dýrum dómum fyrir fatnað sem voru búin til göta á.
Þannig að það Allavega svona fashion statement, ekki ávísun á fátækt. En bara sem betur fer þá aðgengi að notuðum fatnaði gott. Margir fá gemins frá einhverjum ættingjum eða geta orðið sér út þannig að fötin eru ekki birtingarmynd á fátækt á Íslandi. Það náttúrulega líka aftur á við búum við svona aðeins það eru fleiri sem búa við kannski meira stuðningsnett, þó að það sé ekki allir sem hafa það, þá svona, þó að þú sért ekki með einhvern náinn ættingja sem að sér eða sem að getur, gefið þér föt eða hýst þig eða eitthvað svoleiðis, þá einhver annar sem þekkir einhvern og einmitt allar báðuleiðir styttri og svona. Ef það verið að leita að útlitslegri birtingarmynd af fátækt, að þá það frekar til dæmis með konur. Þær eru með sítt hár og þær eru með sítt hár af því að það ódýrt í rekstri, þær geta synt í sjálfar. Ef það lita þá það heimalitun. Ef það eru með sítt hár þá geta það klippt af endurum sjálfar af því það nær nóg langt niður til þess að geta gert það. Ég veit þetta því að ég var sjálf með sítt hár í yfir 20 ára því að ég ætlaði ekki að fara að eyða einhverjum peningum í hárið á mér meðan það hefði þýtt í rauninni að ég hefði þurft að taka af mat barnanna minna. Það var bara ekki inn í myndinni. Þannig að það svona atriði ef það þarf að fara út í það að ræða eitthvað útlitslegt. Ef við flippum þessu við, kynjalega, þá hægt að sjá þetta hjá mörgum aftur. Það ekki hægt að benda á einhvern sem sköllóttur og segja að þessi maður sé í fátækt. Nei. En það einmitt sami hlutur hjá okkur köllunum. Ég rakaði alltaf sjálfur í mörg ár og ég áttur að gera það aftur af því að mér líður miklu betur þegar ég ekki með hár á höfðinu. Þetta var challenge frá dóttur minni til að sýna hvernig ég liti út með hár og finna Superman krullunar sem að ég losna virðist ekki við, en ég snóðaði mig fyrst var það af þægjendum, svo var það af nauðsyn, svo var það af nauðsyn og svo var það aftur af þægjendum. Og það svo ég tali aðeins persónulega, það svona ákveðin vítarhingur sem maður getur lent í, að átta sig ekki á því og af því við erum að tala birtingarmyndir, við erum að tala að vera talsmenn, við erum að tala að berjast gegn fátækt og opna glugga inn í sína veröld. Eitt sem hamlar okkur, vinnur kannski gegn okkur og það þetta að þessi skömm sem að virðist alltaf fylgja, skömm sem gerir það að verkum að við flest á einhverjum tímapunkti allavega, ef ekki viðvarandi, ljúgum að okkur að nei, ég ekkert í fátækt, ég pínublankur. Annað flipsat við þetta mun á að vera í fátækt langvarandi versus að vera í blankettum í smástund. Við erum ofta að segja við okkur, ég bara pínublankur þessa mánuðin og svo næsta mánuð, ég bara pínublankur og þar fram til göttunum. Svo þegar staðan batnar aðeins, þá, nú ég komin upp á fátækt, þetta búið. Nema að tekjurnar minnka aftur, maður notar góða tímann til að reyna að saxa á skuldahallann sem maður er búinn að byggja upp, tekjurnar minnka aftur einhverju hluta vegna og þá koma skuldina eiginlega strax aftur og maður er aftur komin á sama stað. Og það eitthvað sem ég búinn að upplefa, fólk talar jójó í þyngd. Ég jójóast í fjármálum af því að þá sjaldan að ég hef eitthvað milli handanna, þá ferði ég að borga skuldir og ég fatt ekki að ég er búinn að borga skuldir og er búinn að borga of mikið af skuldum, þannig ég þarf að taka meiri lán til að lifa og þetta fer allt í chaos. Og þá koma sumir, þú þarft bara að kunna betra fjármálalæsi. Sumir, Sumir ráðamenn þjóðarinnar. En það hefur lítið með fjármálalæsi að gera þegar að maður borgar skuldir og maður reyna að laga stöðuna hjá sér af því að fjármálalæsi segir þú átt að borga skuldir. Þú hafi meira milli handanna, en maður ekki vanur því að eiga pening til að borga skuldir þannig að maður borgar hún mikið og það aftur á skuldir. Þessi vítarhingur sem að sum hafa lett og ég hef lett í nokkuð svona. Ég held þetta ekki með öll. Svo líka...
þessi skömm, hún svo lamandi, hún hefur svo mikil áhrif á sjálfsmynd manns. Sjálfsmyndin, hún svo brotin þegar þú ert í þessum aðstæðum. En það allavega mín reynsla núna, þegar ég komin aðeins frá því, að ég sá það ekki fyrir en ég var komin aðeins frá því, hversu ofboðslega sterk áhrif þetta hefur á mann. Þetta svo mikið þyngd að bera að það ekki hægt að standa undir því. Svo langar mig til þess að minnast aðeins á með börnin. Ég fæ svo oft spurninguna frá fólki sem ekki hefur skilning á fátækt, því það hefur ekki upplifað hana eða veit neitt sem hefur upplifað hana. Það er þessi spurning, af hverju fara börnin ekki bara í skóla og mennta sig út úr þessu? Og við erum að tala börn sem alast upp í fátækt, sem fá í rauninni að upplifa hvert áfallið og fætur öðru. Þau læra mjög fljótt að þau eiga engan möguleika að fá það sem þau langar mest í, þá fara þau að hafna. Þetta er bara sálrænt, þau hafna. Það er til dæmis viðtal í Stundinni núna fyrir stuttu síðan unga stúlku sem hefur ekki haldið upp á afmæli sitt í mörg ár. Kæri sér bara ekkert það. Þetta er bara leið einstaklingsins til þess að eiga eitthvað vald í aðstæðinu. Til þess að bara ok, ég get kostið ekki fengið það sem ég myndi vilja, það kostar pening að halda upp á afmælið mitt, ég bara vel að halda ekki upp á það. Og þetta verður ómeðvituð ákvörðun. Og allt þetta hefur svo gríðarleg áhrif. Þetta valdaleysi, þetta ekki bara spurning peningar, þetta ekki bara spurning að fara í skóla og læra. Þú þarft stuðning til þess að koma þér í gegnum skóla. Ef að sjálfsmyndin brotin, að þá ekki nóg bara að mæta í skólann. Það þarf svo miklu meira, það þarf svo mikið stuðning heimanna frá þér og bara umræðan. Hver umræðan við matarborðið hjá fjölskyldu sem býr við fátækt? Hún ekki að segja við börnin, svo þegar þú verður stór og ferð í þennan skóla og þetta ekki umræðan við matarborðið, þetta ekki samfélagslega viðurkennt á heimilinu vegna þess að fólk veit. Það hefur ekki efni á því að koma barninu í gegnum skóla, það hefur ekki það sem þarf til þess að styðja við barnið, það getur ekki sest niður við barninu og leiðbeint í því, það hefur ekki þessa þekkingu sjálf. Það eru svo mörg svona atriði sem að koma inn í. Þess vegna erum við að tala þetta með valdaleysi. Og svo fylgir þessu nánast undantekningarlítið heilsufars vandi líka. Að vera í fátækt, það bara hreinlega veldur heilsufarsvanda, það veldur margvíslegum heilsufarsvanda. Augljósasta og kannski dæmi sem að stokkið fyrst í, það tannheilsan, af því að af einhverjum gjörsamlega óskiljulegum ástæðum þá var það ákveðið fyrir tugum ára að tannheilsa féll ekki undir almennt heilbrigði. Það væri samkeppnisbusiness. Já, tannheilsa væri bara eitthvað upp á punt. Það væri bara einhvers konar prímadonnustælar að vilja vera með heilar og fallegar tennur. Ég ætla ekki að sýna ykkur það, eftir við vorum að tala birtingarmyndir áðan, tanngarðurinn mér handónundur og með mjög marga aðra, af því að það svo dýrt að fara til tannlæknis. En það líka ákveðin pólitísk saga á bak við það. Tannlækningar voru í grunnskólum áður fyrr og þá var það einmitt svona þessi kapitalíska hugsjón að þeir sem voru klárir og flinkir, þeir opnuðu stofur, þeir fóru út í sjálfstæðan atvinnurekstur. Það voru þeir sem ekki voru eins duglegir, klárir og flinkir og allt það sem enduðu í skólanum og fengu greitt jafnvel per viðgerð eftir afköstum og það þekkt og ljót saga, þeir voru kallaði slátrararnir og þetta eitthvað sem að háir mörgum á mínum aldri til dæmis, að hafa verið hjá bara hræðilegum tannlæknum í gegnum tíðina, þekktir andlega eftir það og árangurinn ömurlegur. Svo
Já, svo þetta bara, eins og ég segi, það dýrt að vera í fátækt sem að fólk áttar sig ekki á. Já. Það En að því að við þurfum nú að fara að hætta þessu bráðum þá við getum verið hérna í allan dag að Endalaust. tala bara út í vikuna, getum haldið ráðstefnu hérna á Zoom sem væri kannski góð hugmynd. En mér langar aðeins bara að þið endið bara mjög stutt á svona kannski skilaboðum til fólk sem að upplifir sig valdalaust, sem að býr við fátækt eða félagslega einangrun. Hvaða skilaboð hafið þið til þessa fólks? Er það góður kostur að taka þátt í grasrótarstarfi og pólitík? Já, jafningafræðsla númer 1, 2 og 3. Komiði og hittið fólks með svipuðum aðstæðum vegna þess að við fáum styrkinn hvert frá öðru. Og þannig verður til valdefling sem að hefur áhrif. Og það er virkilega ánægjulegt að sjá það fólk sem að kemur eins og inn í PEP Ísland, samtök fólks í fátækt og starfar með okkur. Það er virkilega ánægjulegt að sjá þá breytingu sem verður á fólki, hvernig það svona byrjar að blómstra og eiga meira líf, leyfa sér að eiga meira líf. En þú, Bergþór? Ég tek undir það. Fólk, eins og með svo marga aðra þjóðfélagshópa sem hafa þurft að ganga í gegnum tilteknar baráttur fyrir sig og fyrir sína stöðu. Og við getum byrjað að þylja upp í lista en þá verðum við fram að helgi. Þeir eru mjög margir. Og við höfum séð árangur hjá mörgum af þessum samfélagshópum. En alveg eins og með fátæktina, þá heldur sú barátta áfram hjá þeim hópum líka og hún verður að halda áfram hjá okkur. Hún mun halda áfram heil lengi. Til þess þurfum við fólk. Þegar kemur að því á fólk að taka þátt, já, valdefling, það er heila tísku orðið, það er afleiðingin af þessu grasrótarstarfi og taka þátt. Það er að því sögðu, mjög valdeflandi, ég finn það bara sjálfur hvað ég er miklu opnari og þó taldi ég mig vera frekar opinn þegar ég byrjaði. Ég var búinn að læra það fyrir löngu síðan að vera til dæmis ekki að skammast mín, reyna að vera ekki að skammast mín vegna orsakar örorkunnar hjá mér sem er geðran vandi. Og talaði alveg sem ég opið það fyrir eftir að ég kom inn í þetta starf þá bættist fátækt þar við. Ég er ekki feiminn að talmannalegur en maður felur alltaf ákveðna parta. Baráttan hún getur verið rosalega erfið. Það koma tímapunktar þar sem maður er bara það gerist ekkert. Af hverju á ég að halda áfram? Af hverju? Og uppgjöfin, hún er þarna rétt þannig að, já, vandinn er að sú uppgjöf, ég upplifði hana mun oftar heyra áður en ég kom inn í félagsskapinu þar sem ég gat, ok, núna vantar mig. En það er að hluta til af því að þá komum við til sögunar og bendum þér á það. Býtum við, sjáðu, skrefin þín fram á við eru miklu fleiri heldur en þessi sem að þér finnst þú upplifa að fara aftur á bak. Já, og það er það sem ég var við að bæði innan PEPsins, það er hægt að fara þangað og fá PEP. Ef það að vera í fátækt er að draga þeir niður, mættu á fundið þegar við getum fara að vera með fundið aftur og sjáðu hvað það er stór hópur af fólki í fátækt sem er samt að lifa. Það er ekki bara að lifa af. Og ég mæli með því að þetta veitir okkur bara mikil styrk og því fleiri sem við erum, því vænlegra erum við til árangurs, baráttan til árangurs. Gefur okkur nýjan tilgang og nýtt hlutverk í lífið og það er bara eitt af því sem svo marga vantar og það er að finna sér nýtt hlutverk. Ekki staðna í einhverju gömlum sem ekki virka lengur. Allir eru alltaf góðir í einhverju. Enginn er góður í öllu en allir eru góðir í einhverju. Já, og við þurfum eitthvað af einhverju, af öllu, segi ég. Þannig vinnum við saman. En já, þá verður þetta ekki lengra í dag en mig langar að þakka ykkur innilega fyrir bæði ykkar störf í gegnum tíðina og líka bara fyrir komuna í þáttinn. Bergþór og Ásta Dís, takk fyrir komuna og takk fyrir áhorfið.
Takk fyrir mig. okkur. Og sömuleiðis.